unga fólki okkar í landinu okkar vel upplýst þetta mál á meðan fullorðna fólki hins vegar ekki alveg jafn upplýst. Ég heiti Sólborg Guðbrandsdóttir og ég með Instagram síðu sem heitir Fávitar. Ég stofnaði þá síðu 2016 af því að ég var orðin ótrúlega þreytt á því hversu oft ég varð fyrir kynferðislegri áreitni á netinu og mig langaði að gera eitthvað í því af því að ég vissi að ég var alls ekki sú eina í þeirri stöðu. Mig langaði að gera eitthvað í normaliseringunni á kynferðisofbeldi í samfélaginu okkar af því að mér var svolítið sagt þá og ég veit að mjög mörgum sagt að halda bara áfram með daginn sinn, hætta þessu væli og bara svona kippa sér ekkert upp við þetta af því að svona sé þetta bara svona hafa þetta verið ótrúlega lengi en ég var bara ósammála því að þetta væri eitthvað sjálfsagður partur af því að vera á netinu í dag. Ég þyrfti bara að þola þetta. Í dag síðan með 25.000 fylgjendur og ég held að það sýnir bara svolítið hvað þetta snertir okkur öll. Þetta snýst ekkert bara það að ég sé eitthvað að biðja fólk að koma betur fram við mig, heldur bara svona almennt sé að við reynum svolítið að pæla í því hvernig við erum að koma fram við hvort annað og vanda okkur aðeins í samskiptum. Það var svo í apríl núna 2019 sem að ég fór á stað með fyrsta fyrirlesturinn minn og síðan þá ég búin að ræða við nokkur þúsund unglinga í landinu okkar og búin að fara í félagsmiðstöðvar og skóla þar sem ég búin að ræða bara við krakkana samskipti og mörk, kynlíf, ofbeldi, samskipti á netinu, sambönd, alls konar svona. Og ég spyr eiginlega krakkan í hvert einasta skipti sem ég held fyrirlestur hvort að þau vilji fá meiri kynfræðslu og ég hef aldrei fengið nei sem svar og ég held að það sýni okkur bara og segja okkur rosalega margt. Ég held að við þurfum í samfélaginu okkar miklu meira að hlusta á unga fólki okkar og spyrja hvað þau vilja og reyna svo að fylgja því eftir af því að ungu krakkarnir okkar eru komin svo miklu lengra heldur en fullorðna fólki gera sér oft grein fyrir. Og ég held að það sem hefur komið mér mest svona óvart með þessa Instagram síðu og þetta átak sem Fávitar hvað unga fólki okkar í landinu okkar vel upplýst þetta mál á meðan fullorðna fólki hins vegar ekki alveg jafn upplýst og ég held að við þurfum svolítið að auka fræðslu sérstaklega fyrir fullorðna fólkið. Það kannski ekkert skrítið að unga fólki okkar sé að tala saman svona sín á milli á netinu þegar að fyrirmyndið þeirra, fullorðna fólkið, jafnvel stjórnmálamenn í landinu okkar, að upphefja sig á kostnað samstarfsfólks síns og ýmislegt fleira og bara almennt séð kommentakerfi á netinu sem að fullorðið fólk vaðar gjörsamlega yfir hvort annað. Ísland alveg komið frekar langt hvað varðar ótrúlega margt og sérstaklega í jafnréttismálum. Þannig ég held að við séum algjörlega á réttri leið en það samt sem áður svo ótrúlega mikilvægt að við höldum áfram að ræða þessa hluti, áttum okkur á vandamáluna því að við gerum það ekki þá getum við ekki gert neitt í því til að sigrast á því. Fáið Instagramið núna í dag og allar þær upplýsingar sem eru komnar þar inn á. Ég held að þetta sé ótrúlega mikilvægt og sterkt svona upplýsingatól sem að fólk getur leitað í og ég held að núna þurfum við bara að pæla í hver næstu skref verða. Mér finnst þetta bara svo ótrúlega basic að við reynum að koma vel fram með hvert annað. Kurteisi kostar ekki neitt og þetta ætti að vera frekar auðvelt fyrir okkur að virða hvert annað og virða mörk hvers annars.